Hér ætla ég að sýna uppsetningu verkefnis vegna Inspera-prófs. Tilgangur verkefnisins fyrst og fremst að taka við einkunnum frá Inspera. Vegna þess leiðum að stofna verkefni í Canvas þá stofnast dálkur í einkunnabók námskeiðs. Ég byrja á að fara hér í verkefni í valmynd námskeiðsins og smelli á plus verkefni hnappinn. Þá opnast uppsetningaformið og ég gef þessu heiti, til dæmis lokapróf eða sjúkra- og endurtökupróf ef það að ræða. Hér er hægt að láta koma fram upplýsingar prófið, til dæmis að það sé haldið í Inspera. Það þarf að gefa þessu 10 punkta ef einkunnin á að vera á skalanum 0 til 10. Ég var búin að stofna verkefnahóp fyrir lokaprófið í þessu tilviki og vel hann þess vegna hér. Tegund skila. Vegna þess að nemendur munu taka prófið í Inspera-kerfinu þá þarf að velja hér engin skil. Sá kostur einmitt notaður þegar nemendur eiga ekki að skila í Canvas eins og til dæmis í munnlegum prófum eða í Inspera-prófi sem tekið í öðru kerfi. Nemendur velkjast þó ekki í vafa það og það engu hægt að skila hér í Canvas. Það hægt að hlaupa yfir þessar stillingar hér fyrir neðan, en við skilafrestin gott að setja prófdag og tíma. Ástæðan svo að þá kemur lokaprófið fram í námskeiðsstaðartali hjá nemendum. Aðrar dagsetningar á ekki að stilla. Það þarf að vista og birta, þá sjá nemendur hvenær lokaprófið og að það verður tekið í Inspera. Að birta verkefni þýðir ekki að nemendur muni sjá einkunnir leið og þær verða fluttar inn. Kennari þarf að birta þær sérstaklega. Segjum að þetta væri sjúkra- og endurtökupróf, þá myndi ég vilja úthluta verkefninu eingöngu til þeirra sem taka sjúkra- og endurtökupróf. Þá hendi ég út hérna allir og vel nöfn þeirra nemenda sem eiga að taka sjúkra- og endurtökupróf. Ef nafn nemenda kemur ekki fram í listanum, þá nóg að slá inn fyrstu bókstafna í nafninu og þá kemur það upp. Þetta í för með sér að útreikningar einkunnabókar gera ráð fyrir að aðri nemendur eigi ekki að taka þetta próf. Canvas vara við að ekki fái allir nemendur þetta verkefni og það nákvæmlega það sem ég vil og ég smelli því að halda áfram. Hér sést sjúkra- og endurtökuprófið í einkunnabókinni og ég skrái einkunn á þessa 2 nemendur sem tóku prófið. Einkunnarreitir annara nemenda eru óvirkir vegna þess að ég úthlutaði verkefninu eða prófinu einungis til þessara 2 nemenda. Gerfimaður Noregur tilkynnti veikindi og tók sjúkrapróf. Til að frágangur sé réttur þá þarf að skrá að lokaprófið vanti, sem þýðir í raun 0 í útreikningum einkunnabókar. Það sést að heildareinkunn þessara 2 nemenda ekki að skila sér rétt fyrir verkefnahópin. Einkunnabókin reiknar eins og venjulega meðaltal úr einkunnum verkefnahóps. Til að lagfæra þetta þarf að búa til reglu að hunsa lægri einkunn nemanda í þessum verkefnahópi. Og það gert með því að fara í verkefni, í valmöguleikana fyrir verkefnahópin og í breyta. Hér þarf að velja að hunsa eina lægstu einkunn nemanda og vista. Þá ætti útreikningur fyrir verkefnahópin að vera orðinn réttur og óhætt að birta nemendum einkunnir. Og þá þessu lokið. Takk fyrir.